Það held ég. Þá rólum við okkur að stað með útvarpsþáttinn Hádegið hér á Útvarpi Hringbraut og líkt og við gerðum í gær, þá ætlum við bara að byrja þáttinn með krafti. Þeir eru sestir hjá mér, Gunnar Andrésson og Árni Benedikt Árnason frá Gróttu. Velkomnir drengir. Takk fyrir það. Hvernig hafið það í dag? Bara ljómandi góður. Er það ekki? Jú. Komið spenna fyrir stóri helgi í handboltanum hérna heima? Já, það er bara mikið tilögnar efni að taka þátt í þessu verkefni og maður finnur óneitanlega fyrir því að svona undir meðutundin er að vinna á fullu. Já. Ég er allan að vakna klukkan 5 í nótt og þá var ég reyndar sjálfur í bullandi hraðablöpi einhvers staðar. Þannig að það er greinlega verið að vinna einhvers staðar og maður er að sofa. Já. Árni, þetta er, sem að segja, fyrir ungt lið Gróttu, þá er Þetta er óneitanlega mikil tilhjókun hjá mönnum gerir ráð fyrir. Já, algjörlega. Við höfum aldrei verið í þessum sporum áður en það er gaman að fá að upplifa þetta og einhvern tímann er þetta fyrst. Spilaði þú Gunnar á sín tíma, spilaði þú bikarúrslitaleik í samkvæmt gamla kerun einhvern tíðan? Nei. Þetta er ég að fara að upplifa líka fyrsta skipti? Já. Þetta er alveg snilt. Það er hérna, ég var nú aðeins að stinga í aðeins bara til að vera leiðilegur hérna í upphafi að í bikarnum í fyrra þá duttu út á móti í hörkuleik en þetta er gengið töluvert betur núna og kannski það sem að svona sett ykkur í þá stöðu að komast í þessa Final Four helgi var þetta frábær sigur fyrsta móti FH en síðan svona eins og maður segir pínu trikki leikur á móti Fjölni sem var fyrirfram svona maður geta að hugsa með sér að svolítið erfiður að undirbúa sig fyrir eða hvað? Já, það var svona eins og segir, það var svona stórhættulegu leikur og við vorum svolítið frá okkar besta kannski fyrir áleik í þeim leik en það er kannski má segja það sami Fjölnir áttu ekki góðan dag þá og við fórum kannski svona bara nokkuð slöppum svona þægilega frá þeim leik það hefði getað orðið miklu erfiðari leikur en svona við náðum að spila okkar leik í seinni hálfleik og svona skilja það svolítið frá okkur þannig að ég var mjög sátt við það. Já. Árni, þú sem fyrirliði Gróttu ef ég hef sest niður með þér fyrir dráttin í undanúrslitum og spurt þig mátt velja eitt af þessum 3 liðum til að mæta þú skalt ekki reyna að ljúga því að mér að þú er ekki velja Stjörnuna. Nei, ég hefði sannlega velja Stjörnuna, það er alveg rétt en ég hefði alveg verið til í Val líka við vorum nýbúin að vinna þá og við höfum sjálfströst mótið þeim það er ekki málið en að sjálfsögðu er gott að fá Stjörnuna fyrstilega liðið en að samanskapi óþægilegt við höfum lítið fylgst með þeim með við hinn liðin og við höfum ekkert spilað mótið þeim en það er bara gaman, nýja áskorun. Ég sem svona, eins og maður segir, maður er bak við mikrofóninu, þó tel ég mér nú þekki handbolta eitthvað, þá finnst mér einna áhugaverðast í aðdraganda þessa leiks að búið að tala kannski mest að Gróttuliðið ykkar í, bara þessi tímabil og síðasta líka, er kannski komið lengst, hvað var það svona rútineraðan sóknarleik, vilja sumir minna, að spila móti liði sem er búið að spila mjög aggressífa 3-2-1 vörn og kannski mætir ykkur svona, kannski pínu öðruvísi mótstaða heldur en þeir eru kannski vanir í orðastildinni, Gunnar, eða hvað? Já, þetta verður náttúrulega svolítið challenge fyrir okkur ég er búin að sjá nokkur leiki með þeim og þeir náttúrulega eru með hörkulið og með mjög reyndan þjálfara sem er að gera alveg frábæra hluti með þetta lið og þeir náttúrulega hafa farið svolítið erfiðari leið í undanúrslitin heldur en kannski má segja við þannig þeir hafa þurft að vinna Akureyri heima og svo Fram og í hörkuleikjum og þar hafa þeir bara lítið alveg fellega vel út og ég held að Framarinn ég man ekki nákvæmlega, ég held að fengi á sig 5 eða 6 hraðaplusmörk í fyrir áleik og Stjörnuliðið bara lítur mjög vel út, mjög skipulegar og spila þessa 30 sem og spila hana mjög vel þannig að þetta verður mjög trikki fyrir okkur og kannski eins og við segja, þetta er náttúrulega svolítið ný staða fyrir okkur, þú veist kannski er ykkur sem að halda því fram að við eru kannski að vera sigurstrangleira lið við höfum aldrei verið í þeirri stöðu þannig að þetta er eins og segja, þetta er náttúrulega bara 50-50 leikur og verður áhugavert. Já, Árni, svona af því sem að þú sé Stjörnuna á þessu tímabili, hvar finnst þér helstu styrkleikar þeirra liggja, hvaða áherslu þarf Grótta að vera með á hreinu til að komast í gegnum Stjörnuna? Það er bara fyrst og fremst að spila okkar agaða sóknarbolta og vera ekki að henda boltanum frá okkur í einhverju kærleysi. Þeir eru mjög fljótir að refsa og gott hraðalöpslið og svo náttúrulega bara vera að skjóta vel á markið og Einar Ólafur er
góður í þessum stóru leikjum, hefur oft sýnt góða leikið með Haukum í þessum mikilvægastu leikjum. Já. Fyrir ykkur, Gunnar, ef við byrja kannski á þér með þessa spurningu, undirbúningunum fyrir leik eins og þennan, er hann eitthvað frábrugðinn, svona venjulegum undirbúning fyrir leik í Ólafsdeildinni? Nei, sjálfum sér ekki. Það verða reyndar 2 vídeófundir í staðinn fyrir kannski 1 og við ætlum að fara saman út að borða eftir æfingu kvöld og annars er þetta bara ósköp hefðbundið. Menn vilja vera í sinni rútínu og ég vil ekkert vera að breyta því neitt, sko. Nei. En hjá ykkur, Árni, ef við tökum þjálfaran út úr myndinni, eru leikmenn að gera eitthvað annað, svona, bara spyr þig persónlega, mynd þú undirbúið einhvern veginn öðruvísi fyrir þennan leik heldur en einhver aðra? Já, svona ómeðvitað eiginlega, þá hugsa maður einhvern veginn betur sig og maður passar vel upp á þar maður borðar og ég er búin að tannþráða mig á hverjum degi þessari viku mér að segja. Gullfallega hvíta tennur. Það er flott. Aðeins að ykkur gróttuliðinu, Gunni, hvar svona, ef við tökum bara ferli frá því að þú tekur við liðinu og þangað sem þið eru komin núna, ertu á pari við þína væntingar eða ertu komið fram úr þér eða finnst þér að vera komið stittra á viðhaldinu þú hafðir ætlað þér? Sko, þegar ég tók við liðinu þá náttúrulega vorum við kannski að horfa 2-3 ár fram í tíman, vorum náttúrulega með svona kannski lið sem var mjög ungt lið á mínu fyrsta ári og svona fáir sem gerur ráð fyrir að við ættum möguleika að fara upp á því ári en við fórum þó í umspil á móti í IR lentum við framlengingu fyrir leiknum upp í Breiðholti vorum nálægt í að klára það en svo unnuður okkur svona nokkuð örugglega okkar heimavelli þannig að við vorum kannski ekki langt frá því á fyrsta ári og öðru ári þá vorum alltaf þessir ungu strákar 1 ári eldri og þetta svona og komið meiri rútína í lið og menn svona æxla meira ábyrgð ungu strákarnir og svona þannig að við vorum nokkuð ánægðir hvernig síðasta ár spilaðist þar sem að náttúrulega við töpuðum ekki leik og svona vorum svona á réttri leið en svo kannski í haust í úrvalsdeildinni í ár þá náttúrulega þetta er ansi stór skref og við fundum alveg fyrir því þetta var svona fyrir kannski suma í liðinu var þetta svolítið eins og hlaupa á vegg sko svona kannski í styrkleika og annað svona, þá var ég að tala kannski varnir hinna leiðina og svona þannig að við þurftum smá svona aðlöguna tíma við vorum teknir hans illa í bólunni hana í upphafi móts í svona 2-3 leikjum og en við unnum ágætlega út úr þessu og við svona fórum svolítið svona að skoða okkur inn á við hvernig við ætlum að koma okkur út úr þessu til að gera þetta alvöru móti og svona og mér finnst svona kannski það hefur tekist bara nokkuð vel til og margir sem að áttundur högg að sækja hérna upphafi hafa stigið alveg gríðarlega vel upp og hafa lagt mikið á sig þannig að ég er hrikalega sáttur bara hvað menn er að leggja sér mikið fram á æfingum og ég get ekki kvartandi að því sko. Þannig að það er svona staðan á liðin í dag hún er ágætt sko en sko við náttúrulega líka verum að halda okkur í jörðinu sko við erum ennþá í 7. sæti í deildinu og erum í undanúrslit bikar þannig að við erum ekki það er ekki eins og sem búin að vinna neitt sko eða afreka neitt þannig að við þurfum náttúrulega að vera á tánum og liðið er þannig mannskapurinn er þannig að við þurfum að vera með kveikt á öllum sko ef við ætlum að gera eitthvað þannig að það er svolítið okkar markmið bara að vinna áfram að vinna þannig Sammála þessu, Árni? Já, algjörlega sko það er bara, við erum svolítið núna að spila okkur saman og menn eru fannin að þekka konan annan betur og já, eins og Gunni segir, menn eru að stígu upp þegar það vantar bara og það, myndur þú segja svona sem fyrirlið að kannski ykkar helsti styrkleiki sé svona samheldnin og kannski mórallin í hópnum eða hvað? Já, ég held að það er engin svona einn afburða leikmaður sem er að klára alla leiki fyrir okkur eða eitthvað svoleiðis, við lifum alveg án einstakar leikmanna sko, liðsheildin er mjög sterk hjá okkur. Já, það er auðvitað svona aðeins að pumpa ykkur líka að hinn undanúrslitaleikurinn auðvitað er mjög athyglisverður líka, það eru náttúrulega 2 efstu liðin í deildinni að mætast. Hvernig, Árni, ég byrja á þér, hvernig sérðu þannleik fyrir þér? Valur Haukar? Já, ég held að Haukar taki á bara Haukar eru búin að vera ótrúlega þéttir og spila góða vörn og líka þéttir í svona með Morkunas fyrir áttan þetta er bara solid lið sko Ólf segir Já. Sammála því þessu Gunni, eitthvað? Ég veit ekki, náttúrulega þetta eru
tvö frábær lið og með svona besta mannskapin og mikla breidd og góða leikmenn í hverju stöðu. Þannig ég held að þetta gæti orðið bara alveg hörkuleikur, þannig ég veit ekki, ég geti séð alveg Valsarana líka klára þennan leik, þetta bara vonandi verður þetta bara hörkuleikur. Já. Og annars ég svona minnst að hugsa það. Já, að sjálfsögðu, það er auðvitað það sem er kannski svona frábært fyrir íþróttafélag eins og Gróttu, að nú er þeir náttúrulega með bæði kalla og kvennaliðið í þessari Final Four helgi sem eru auðvitað, myndum að segja, bæði frábært afrek en líka bara rosalega gaman. Finnið þið meðbyr í klúbnum, er mikil stemning í félaginu fyrir þessari helgi? Já, ég held að það sé alveg ljóst og við finnum alveg fyrir því og svo kannski náttúrulega líka má við það bæta að við fengum náttúrulega Guðna Ingvars frá IBF og Finn frá Val og þeir þekkja þetta náttúrulega aðeins og það skiptir líka alveg gríðarlega miklu máli, það alveg frábært að hafa þessa tvo í hópnum og geta komið sinni reynslu áfram til yngri leikmanna og það skiptir alveg gríðarlega miklu máli og allt svona telur alveg rosalega mikið í svona helgi. Já. Hvað myndir þú segja, Árni, svona horfandi á leikinn framöndan hjá Stjörnunni, svona nokkrir áherslupunktar hjá Gróttu, við höfum talað eins og þú nefndir áðan, spila góða vörn, maður fá markvörslu og hraðaplúb og svo framvegis. Hvað, svona, ef við tökum aðeins kannski heildamyndina af þessu öllu saman, hvernig er hugafar og andlegi þátturinn og svona, hversu stóran þátt spilar þetta allt í undirbúningnum fyrir leikinn? Ég held svona í svona stórum leikjum sé það kannski minna sem þarf að ágjöra af að mótivera menn. Þetta er það stór leikur að menn eru bara virkilega klárir í þetta og muni leggja sig alla fram sko. Þannig að það er fyrst og fremst bara að spila okkar bolta og vera meðvitaðir það sem við getum og bara spila okkar styrkleikum. Já, myndið þú segja, Gunni, fyrir þig sem þjálfara að kannski lykilatriðið með, ég hef getið sagt í heildina nokkuð ungan leikmannhóp sem er að fara í þennan leik í fyrsta skipti, að það sé mikilvægast að snúa öllu sem heitir stress og svona of mikil yfirspenna yfir í meira bara tilhlökkun og kannski njóta momentsins meira frekar. Já, ég held að það sé alveg ljóst. Ég tek undir með Árna, við þurfum svolítið að hugsa að ná okkar styrkleikum fram, ekki einblína of mikið á andstæðinginn. Svo náttúrulega bara hugsa það sem við getum haft ykkur áhrif á sko, ekki hugsa of mikið það sem við höfum ekki áhrif á. Þannig að menn eiga bara að vera bara spenntir og þetta er náttúrulega alveg svakalega gaman, þetta er ekki náttúrulega bara þetta litar svo þetta daglega amstur handboltamannsins svo miklu lífi. Þetta eru leikinni sem þú vilt spila og menn eiga bara að drekka þetta í sig og hafa gaman að þessu. Og það sem kannski skiptir öllu máli, þetta er sanngjöldlega handboltavika og þetta hefst náttúrulega alltaf á morgun og þessu líkur ekki fyrir á sunnudagskvöld og það er ekki bara að njóta þess umfram allt. Jú, algjörlega, þetta er bara frábært og maður hvetur bara allar til að fara í Laugardalshöllina og gera sér glæðan dag. Það er ekki spurning. Gunnar, svona rétt í lokin, Stjörnuliðið, eins og við fórum aðeins yfir áðan, þeir hafa svona þeir hafa slegið út 2 ólisteildalið í undirbúningnum fyrir leikin og það er svolítið sérstakt fyrir ykkur í Gróttu að mæta í undanúrslitaleik í bikar í fyrsta skipti á móti liði sem allir telja að vera að klára underdogs. Já, en ég vil nú alls ekki meina svo að bikar er bara bikar, þetta er svolítið öðruvísi mót, þú fær bara 1 leik og þú getur ekki unnið þetta upp eitthvað í leik þar á eftir eða eitthvað. Þannig að eins og ég segi, Stjörnuliðið hörkuliðið með frábæra hornamenn, góða markmann, spilaði hörku vörn og sóknarlega eru þeir skynsamir með sína spila agaðan bolta, þannig að þetta verður bara hörkuleikur og við þurfum á mjög góðum leik að halda að við ætlum að vinna og þannig að við getum ekki leyft okkur nýtt annað heldur en bara 100% einbýting og ekkert kærleys. Og eru menn klárir í að mæta aggressífri 3-2-1, er búið að undirbúa það og ef verið undirbúa það vel? Já, það er verið undirbúa það, en það eru nú fleiri lið sem spila svipaða vörn, kannski ekki jafn aggressífa en framarnir eru svona vörn og víkingarnir. Þannig að við þekkjum þetta alveg og erum með vídeo af þeim og skoðum þetta vel. Ertu sáttur við stöðuna á Gróttuliðinu í dag? Finnst þér að vera á pari með það að koma upp í jólastildina núna og eru þið leikmenn almennt ánægðir með svona framvinduna og framgangin á tíðanbylunu? Já, ég held það. Við erum búin að vera að stíga upp, búin að vinna fleiri og fleiri leiki og erum svona stabíli en við vorum áður
og ég held að það sé svona fyrst og fremst sem að menn eru ánægði með og já, náttúrulega erum menn þá í 7. sæti, ekkert unnið og við ætlum okkur ofar. Já, það er frábært, ég held við látum það vera loka orðin, við ætlum okkur ofar, segir Árni Benedikt Árnason fyrirliði. Gunnar Andrésson þjálfari, kæra þakkir piltar fyrir komuna og gangi ykkur allt í haginn. Takk.